Snæfríður. Já. Hvað myndið þú vilja vera ef þú værir ekki þú? Hvað meinarðu? Ég er bara ég. Já, en ef þú þyrftir að vera einhver annar, hver myndir þú þá vilja vera? Ég veit það ekki. Kannski bara Lína Langsokkur. Já, það er örugglega skemmtilegt að vera hún. En það er eiginlega svolítið svindl að velja eitthvað sem er ekki til í alvörunni. Þá myndi ég, held ég, bara vilja vera Ingimundur. Ertu að grínast í alvörunni? Nei, akkur ekki. Myndirðu vilja vera gamall kall? Ingimundur er ekkert bara gamall kall. Hann er alveg ótrúlega skemmtilegur og göldróttur gamall kall sem ferðast út allan heiminn og hann þekkir meira sér fólkið í ævintýrunum. Já, þú meinar. Já. Já, það er náttúrulega ekkert leiðilegt að vera Ingimundur. Nei. Verst að hann man ekki neitt. Það þarf samt ekki að vera neitt slæmt. Það er kannski bara gaman að þá leiðist mann ekki þegar það gerist ekki neitt nýtt. Já, það er sniðugt. En þú, hver myndið þú vilja vera? Amma á Vopnafirði. Jæja. Og þér fannst fyndið að ég vildi vera Ingimundur? Já, en ég vissi það ekki þá að mér langaði að vera amma á Vopnafirði. Ég vissi það bara því ég sagði það. Og hvað er svona skemmtilegt við að vera gömul kona á Vopnafirði? Það er greinilegt að þú hefur aldrei hitt ömmu á Vopnafirði. Hún er rosalega skemmtileg. Hún er alltaf að leika sér, þó hún sé gömul, og hún kann allar sögur í heiminum. Hún spilar á orgel, hún keyrir mótorhjól og hún tekur í nefið. Langar þig að taka í nefið? Nei, auðvitað ekki. En ef ég væri amma á Vopnafirði, þá myndi ég gera það. Já, auðvitað. Það er sennilega best að vera bara maður sjálfur og allt sé bara eins og það er. Já, kannski. Hvar er annars Vopnafjörður? Hann er alveg lengst í burtu. Hann er fyrir austan. Já. Einhvern tíma langar mig að fara út á land. Hefur aldrei komið út á land? Nei, ég og mamma þekkjum engan út á landi. Já, en maður þarf ekkert að þekkja eitthvað þó maður fari út á land. Við fórum í útilegu síðasta sumar á Snæfellsnes og við þekkjum engan þar. Það? Sko, næst ef við förum í útilegu, þá skal ég spyrja mömmu og pappa hvort að þú megi koma með. Sko, ef að mamma þín leyfir það. Vá, það væri frábært. Það væri rosalega gaman. Nei, heyrðu? Já. Við gistum einmitt hérna. Í alvörunni? Já. Já, það heitir Kirkjufell og það er á Grundarfirði. Mér langar að koma þangað. Ja, það er reyndar ekki víst að við förum aftur á sama stað næst ef við förum í útilegu. En það er nóg að skoða. Já, mér langar til dæmis mikið að skoða þessa skrýtnu ömmu þína á Vopnafirði. Er það kannski nálægt Grundarfirði? Nei, Grundarfjörður er á Vesturlandi, Vopnafjörður er á Austurlandi. Ég er svo léleg í landafræði. Ég man aldrei hvar neitt er. En ég er rosa góð í sögu, ég man alltaf hvenær allt gerðist. Já. Núna er ég að spá í að hengja upp þessa mynd. Já, en sko ekki hengja hana á ísskápinn. Við viljum ekki fá fjall inn í hann. Heldur þú að ég sé orðin eitthvað vitlaus? Ég ætla að hengja hana upp á útidyrahurðina. Já, en heyrðu, við höfum sko aldrei hengt neitt upp á útidyrahurðina áður. Ég meina, við vitum ekkert hvað getur gerst. Og er þá ekki bara betra að vita það? Það fer nú eftir í hvað gerist. Já, og hvernig eigum við að komast að því? Já, bara við hengjum upp myndina náttúrulega. Nákvæmlega. En hvað ef að eitthvað bara, Stígur, þú ætlar ekki að fara að byrja á þessu aftur? Nei, það þýðir ekki neitt. Einmitt. Svona. Og þá getum við bara haldið áfram að vinna verkin. Þá er það komið. Eruð þið að fara að koma? Já, ég er búinn. Varstu búinn að gefa Fílóstratussi? Jepp. Ok, komum þá. Þetta er nú alveg magnað fjall. Hvernig ætli sé að búa hjá svona rosalega flottu fjalli? Mér finnst nú Esjan líka flott. Og Keilir.
Já, það er satt. Svo er líka bara best að búa heima hjá sér. Maður býr náttúrulega alltaf heima hjá sér, Snæfríður. Þar sem maður býr, þar á maður heima. Já, en samt. Það er svona eins og að ímynda sér að maður sé annar en maður er. Það er alveg skemmtilegt, en samt vil ég bara vera ég. Komum, ég er orðinn svangur á öllum þessum pælingum. Rosalega fallegt hérna. Já, það er það. Það er samt eitthvað skrítið. Hvað þá, hurðin? Já, hún er náttúrulega skrítin, en það er ekki það. Hvað er það? Fjallið er allavega alveg eins og á myndinni. Já. En voru nokkuð tréð þarna neðst í fjallinu? Nei, það er satt. Kannski er bara búið að gróðursetja. Já, alveg rosalega mikið. Alveg frá fjörunni og upp í fjallið. En það er samt ekki það sem er að. Hvar tjölduðu þið? Bara á tjaldstæðinu við bæinn. Hvaða bæ? Hvaða bæ? Grundarfjörð. Já, ég sé engan bæ. Heyrðu, bíddu, hvar er bærinn? Ekki hér allavega. Kannski á Vopnafirði. Voða fyndið. Það á að vera bær þarna, kaupstaður. Hvar er hann? Ekki getur hann bara horfið. Nei, einmitt. En hvað er þetta? Spýtur. Það heitir rekaviður þegar að spýtur eru niður í fjör. Þá er það tré sem hafa verið höggvin í útlöndum og koma á land hér. Já. En þetta eru samt ekki alveg þannig spýtur. Nei. Sjáðu, það er búið að höggva myndir í þær. Já, vá. Þetta er svaka flott. Það hefur einhver skilið þetta eftir hérna. Ekki myndi ég tíma því. Ég myndi vilja hafa þetta í garðinum heima hjá mér. En hvar er bærinn? Hvað? Akkur er þetta svona skrítinn? Bærinn er ekkert farinn. Hann er ekki kominn. Bíddu, nú er ég ekki að skilja þig. Hvað meinar? Ég veit hvaða súlur þetta eru. Spýturnar? Súlur. Þetta eru öndvegissúlurnar. Öndvegissúlurnar? Já, öndvegissúlurnar hans Ingólfs Arnarssonar. En ég skil ekki hvað þeir eru að gera hérna. Ég skil nú bara alls ekki neitt. Stígur, á ég að trúa því að þú hefur aldrei heyrt Ingólf Arnarsson? Þú sem veist svo margt. Jú. Hann var mikill súlusafnari. Stígur. Nei, allt í lagi. Ég hef ekki heyrt Ingólf Arnarsson. Nú skal ég segja þér sögu. Í gamla daga, þegar það bjó enginn á Íslandi, þá var norskur kall sem hét Ingólfur Arnarsson. Norskur? Já. Það heitir engin norskur maður Ingólfur Arnarsson. Þeir heita bara Ketil og Terje og Auðinn. Þetta var í eldgamla daga. Þá töluðu norðmenn íslensku. Í alvöru? En þeir óheppnir að hafa hætt því. En allavega, Ingólfur Arnarsson sigldi til Íslands og þegar hann var næstum kominn þá henti hann 2 súlum í sjóinn og ákvað að hann myndi búa þar sem hann fyndi þær. Og fann það þær? Já, og þetta eru súlurnar hans Ingólfs. Við fórum ekki bara til Grundarfjörðar, við fórum líka aftur í tímann. Snillt. Og fann Ingólfur síðan súlurnar hérna? Nei, það er nefnilega skrýtna. Hann fann þær í Reykjavík. Þess vegna er Reykjavík þar sem hún er. Já, en súlurnar eru hér. Já, ég veit. Verður Reykjavík þá hér? Það hlýtur að vera. Það er alveg ómögulegt. Já, þá verður ekkert eins og það var. Nei, og maður þarf að læra að rata upp og nýtt. Já, og byrja í nýjum skóla. Og hvar á Kópavogur að vera? Eða Hafnarfjörð? Og ég er ekkert viss að fólkinu á Grundarfirði fyndist þetta sniðugt heldur. Að fá allt í einu alla Reykjavík yfir sig. Ég vil frekar allt verði eins og það er. Já. Eða var, hvernig? eða verður. En hvernig? Ingólfur má allavega ekki finna súlurnar hérna. Ef að grafa þær í sandinn? Nei, það gengur ekki. Ef Ingólfur finnur engar súlur, þá kannski fer hann aftur heim til Noregs og þá verður ekkert Ísland. Það er enn verra en að flytja Reykjavík hingað. Þá þurfum við að læra nýtt mál og allt. Snæfríður. Sjáðu, þarna út á sjónum. Segl. Þetta er skip. Ingólfur er að koma. Af hverju var ég að líma þetta póstkort á hurðina? Já, það þýðir ekkert að hugsa það núna. Við verðum bara að finna einhverja leið. Já, en hvaða? Ég veit það ekki. Er ekki fyrsta málið að koma þessum súlum til Reykjavíkur? Jú,
Góð hugmynd. Og svo sjáum við til. Fljótur. Svo er þetta þungt. Jæja, þá var það komið. Já. Við erum allavega komnir með súlurnar á réttan stað. Já, en ekki á réttum tíma. Nei, það er rétt. Heldur það skiptir máli? Ég myndi allavega ekki þora að taka áhættun á því. Ekki viljum við fá Ingólf og alla víkingana. Við viljum ekki fá það hingað í heimsókn að leita að súlunum sínum. Nei, þá þurftum við að taka allt til aftur. Heyrðu, ég ætla allavega að taka þessa mynd af hurðinni svo við komumst allavega heim til okkar á eftir. Heyrðu, ég veit hvað við gerum. Hérna, takk þetta. Snæfríður, hvað ertu að gera? Þetta er rosalega þungt. Bíddu, ekki trufla mig. Svona. Sko. Sjáðu. Já. Má bjóða þér í nýtt ævintýri? Vá, hvað? Fannstu mynd af Esjunni? Já. Og þá getum við farið aftur þangað, skila súlunum og lendum vonandi á réttum tíma. Já, vonandi. Jæja. Svona. Hann hlýtur að finna þér hér. Við ættum kannski að bíða og sjá hvort hann finni þér ekki alveg örugglega. Snæfríður, hann var hinum megin við Snæfellsnesið rétt áðan á seglskipi. Ég ætla ekki að bíða í marga daga eftir að hann sigli allan hringinn. Allt í lagi. Ég sagði þér að ég væri ekkert góð í landafræði. Já, en það var allavega gott að þú vissir allt Ingólf Arnarson. Annars hefðum við aldrei fattað að við hefðum verið komin aftur í tímann. Já. Og þá byggjum við kannski á Grundarfirði? Já, hvar ætli amma á Vopnafirði væri þá? Það er ómögulegt að vita það. En ertu alveg viss að hann finnur þar hér? Já, það hlýtur að vera. Við skulum allavega að fara heim aftur. Já. Svona. Jæja, þá komumst við. Þetta ekki bara gangurinn? Jú. Þá komumst við aftur heim. Og ef við vöknum upp í fyrramálið og erum norsk, þá er bara ekkert við því að gera. Nei, sennilega ekki. Þetta er allt í lagi, Stígur.